þetta fyndið sá, ég hef aldrei sagt hana opinberlega, en ég ætla að segja hana nú og verið velkominir. Takk hérlega. Og þá einhver ungu gaur, einhver 16 ára gaur, eða 15 ára gaur sem hefur samband með mig og það gerist bara reglulega, hefur bara gerst reglulega gegnum tíðina. Og hann segir, hei, við erum bara geggjaðir fans og við bara ólumst upp með þér, ég og vinur minn, og við erum að fara að gefa út plötu og við værum geggjað til í að þú væri til í að vera feature á þessari plötu. Og ég eitthvað svona, já, ok, bara ég alveg opinn fyrir því. En eru þið til í að senda mér eitthvað sem þið eru búnir að gera svo ég bara viti eitthvað ykkur og veist leta að fara að segja já eitthvað gauðra sem eru bara síðan fókind ömurlega lélegir veist þannig að ég vildi allavega heyra hvað ég var að koma sjálfur mér út í og þeir senda mér sér við gáum út eitthvað plötu á Spotify eitthvað og bara endur að kíktu á hana og það var eitt lag sem eitthvað og það hét eftir einhverjum ávexti eða eitthvað og ég eitthvað svona já, ok, ekki mjög samfæruður alltaf, ég skoði þetta og ég hlusta og veist, þetta tekið upp á einhvern MSN mikrofón eitthvað staðar í einhverju bara dós sko, þetta var bara ræðileg hljóðgæði tónlistin bara alls ekki góð og bara, veist, rappið svona alveg, það var alveg möguleik, það var alveg potensial í þessu en þetta var ekki gott. Nei. Skilur, en kannski eftir 5 ár, 10 ár bara, og ég svona áðastundu til að vilja ekki særa tilfinningar fólks, sérstaklega að kemur eitthvað svona, þeir hafa aftur samband og ég ætlaði fyrst að segja eitthvað, já ég til og svo bara eitthvað að dotsa þetta, skilur, eins og maður eitthvað nefn gerir, en mér finnst það ekki gott og ég var bara eitthvað að temja með betri siði, persónulega siði, þannig að ég segi bara, strákar, mér finnst þið efnilegir. Já. En mér fannst þetta bara ekki nógu gott það bara sannleikurinn og ég skil og mér finnst leiðilegt ef eitthvað finnst það sárt að heyra það en ég vil bara frekar segja eitthvað sannleikan og mér finnst þetta bara því miður ekki nægilega gott og endilega bara eftir þessa plötu svona aðeins búin að fikra ykkur meira áfram bara hafið samband og ég alveg til að skoða eitthvað samstarf í framtíðinni og hann sagði bara, hei, vá, takk fyrir á svona hreinskilinn og heiðarlegur bara kann mikið að meta það og svo bara 6 mánuðir seinna að þá hefur það samband segir, við erum búin að taka upp plötuna okkar og þú varst mikið inspiration fyrir okkur og eitthvað svona bla 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 og við vildum að þú myndir heyra hana áður en við gefum hana út. Hún kemur út á morgun kl. 12 og ég bara kveiki á henni og þetta var bara einn besta plata sem ég heyrt í mörg ár og þetta var Jói P. og Króli. Það svoleiðis. Þegar voru að gefa fyrstu plötuna sinna. Shit, þetta Ég var 2016. Já, eða 17. Eitthvað svona þetta sko. Shit, Eða 18 kannski, ég gæti mögulega verið svona þetta leiti sko. Þetta er mjög skemmtilegt. Það er þetta rosalega. Svo koma þeir bara með sprengjuna sko. Algjöra sprengju og og ég náttúrulega hef verið að gera texta bara einhvern veginn í gegnum alla tíðina og alltaf eitthvað aðeins að skrifa og svona siftaði meira frá svona traditional rappi yfir í ljóðagerð svona aðeins seinna og bara fílaði mig rosa vel þar og ég geti kannski, ef þið viljið tala um það betur eftir takk. En og ég var eitthvað búin að vera að semja einhverja texta og ég átti bara fullkomið vers fyrir bomba B.O.B. átti bara fullkomið vers sko, sem að hefði verið sturlað í þetta og þetta er svona, ég myndi segja ein mín mesta eftirsjá í tónlistinni, af því að ég var líka bara svo mikill fan veist, og af því ég fílaði þessa gauðra svo mikið, þess svo flottir bara, ég heyrði þessa tónlist og hugsaði bara what the fuck, veist, hvernig fóru þið héðan og hingað á 6 mánuðum, veist, bara hvað gerðist en kannski hefur að hjálpa þeim að þú varst bara hreinskilin og sagði bara þetta er ekki, þess maður veit það ekki nei, auðvitað veit maður ekki, skilur en ég vil alls ekki taka eitthvað að því, skilur svo líka bara gera plötun og gefa svo bara lag bara endalaust á dóti sem er allt bara geðveiki gaurar og ég var bara instant fan sko. Þeir bara sendu mér þetta svona einhvern veginn demo á þessari plötu og ég bara rönnaði henni í bara endalaust í gegn sko. og bara ógeðslega gott og þetta var svona einhvern veginn feskur blærinn, eitthvað boom-bap stöf aftur og það bara, þeir voru geðveikir sko. einhver svona hoppandi, skoppandi bara brjála power í þeim og það var útgáfatónleikar á Prikinu og þeir tóku B.O.B.A. 10 sinn og það er bara eitthvað svona regla að þú ert að spila á tónleikum það tekur ekki sama lagi það er bara svona óskrifuð regla svo kom einhverju 17 ára gæja sem hafa aldrei notið vinsalda og þeir verða bara
landsfrægir Já. á sko overnight Já. á einni nóttu koma á priki tróðfull, eitthvað sem við búin að dreyma síðan Já. þeir heyrðu óöfla málfari fyrsta skiptið Já. og þeir standa að það og segja bara taka B.O.B.A. Já. og það bara það ekki allar rifna húsinu Já. og þeir bara horfa hvað annar og segja bara herri, við erum að fara að gera þetta aftur bara rönna þetta aftur og bara gera það aftur og svo bara taka þér eitthvað eitt lag og svo bara herri, við ætlum bara að taka B.O.B.A. aftur og allir voru bara já Shit. og þetta var geðvægt Já, Það var líka bara galið þegar það lag kom út sko. Já. Maður heyrði ekki annað í útvarpinu Nei, og ángríns. tók bara yfir sko. algjöra stjórnir sig er Algjörlega Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á Broadcast.is Það er áskrift